þetta vera jólahjól? Skil þetta vera jólahjól? Prófatíðin í Háskólanum á Akureyri er yfirleitt annasamur tími á bókasafni skólans, en þar hafa nemendur geta gengið að huggulegri og jólalegri afþreyingu til þess að róa taugarnar fyrir prófin. Sigríður Ásta er starfsmaður bókasafnsins og sennilega eitt mesta jólabarn norðan heiða. Þetta er að okkar mati notalegasti staðurinn í Háskólanum. Hér á bókasafninu er náttúrulega, ég ætti að segja alltaf ró og friður, en við erum reyndar svolítið háværar sem að vinnum hérna, þannig að það þarf að sussa svolítið á okkur, en við reynum að koma til móts við þarfir nemenda með það. En þau sitja oft hér eða hvíla sig og við hefum alveg séð allt. Það kom einu sinni bara með teppi með sér og brúsa með kaffi og sem við reyndar þurftum að stoppa af því að maður má ekki neyta matar eða drykkjar hérna. En svo eru blöð hér sem þau skoða og þú veist, svona yfirleitt rosa gott útsýni hér en ekki bara í dag. Þannig að þetta er svona kósí staður sem að þau geta verið og svo svona yfirleitt í desember og í kringum jól þá höfum við piparkökur eða mandarínur eða eitthvað til að bjóða upp á en nú er náttúrulega bara ekkert að frétta. Og enginn hér í rauninni, þú veist, við sjáum nemendur sem að skjótast hingað inn til að ná í bækur sem þau þurfa og svo fara þau aftur, þannig að við, og þú veist, plús það að maður má ekki bjóða þeim piparkökur núna því að, þú veist, við getum ekki farið að spritta það. Nei. En já, þannig að svona yfirleitt í desember er svona meira skreytt, meira notalegt, kerti. Við setjum alltaf upp jólapúsl í próftíðinni svo að þau geta aðeins tekið sér pásu og púslað og alltaf áður en prófin byrja höfum við svona jólakósí í dag og þá höfum við alls konar gert. Einu sinni voru fengnir nuddarar til að koma og gefa svona herðanudd og þá einmitt erum við að setja upp púslinn og kertin og piparkökur og allt og í fyrra eða þegar námsráðgjafarnir fengu sína aðstöðu hérna rétt hjá okkur þá tóku þær mjög virkan þátt í því og þær bjuggu til svona rólegheita, svona kósí stofu þar sem var bara slakandi tónlist og herðanuddtæki og á skjánum var svona arineldur og mandarínur og þau notuðu það alveg helling og ekkert bara nemendur við stálumst líka svolítið í það en það var notalegt. Hólmar Knörr og Agnes eru nemendur skólans og þau eru sammála að prófatíðin í ár sé þó nokkuð ólík því sem þau upplifðu í fyrra. Til dæmis fyrir mig er mjög gott að fara upp í skóla að læra og þurfa að vera heima allan daginn að læra finnst mér mjög erfitt. Mér finnst ég ekki beint verið rútínu varðandi þetta, en ég meina maður verður að setja sig upp í einhvers konar rútínu heima, en það er mjög erfitt. Líka myndast alltaf fyrir próf svolítið svona samheldni. Það er allir að hjálpast að læra þetta sem maður er búinn að vera í alla önnina og maður er búinn að sitja saman í sömu stofunum, spjalla efnið. Það hefur svolítið dottið út þegar maður mætir ekki stofurnar og það er allt öðruvísi að vera í svona fjarnámi eins og þetta hefur verið þótt að sumir tímar hafi verið live og maður er í Zoom og tækifæri að spjalla en það er aldrei eins. Prófatíðastemmingin er bara einhvern veginn allt öðruvísi núna en mann fann svo gaman að koma upp í skóla þó það var óveður, þú veist, fá sér kakó og mandarínu og svo fara bara inn í stofu og skrifa upp á töflu, tala saman við fólkið námið og taka sér pásur með þeim, skilur, núna er þetta bara alltaf heima og, þú veist, tekur þig pásur með því að horfa á sjónvarp og svo allt í einu ertu búin að horfa á 3 þætti, skilur við. Það er bara, já. Er verið að halda sig við efnið? Mér finnst það mjög erfitt, sko. Já, þetta er bara, já, eins og ég segi, sko, þessi hönnur einhvern veginn, það rennur allt saman, það er ekki afmarkast ekkert af neinu og einmitt, það allt í einu bara, já, við erum að byrja í prófi í næstu viku og manni fannst einhvern veginn ekki koma þessi skil sem verða þegar að allt er eðlilegt. Voruð þið duglega að nýta ykkur það sem svona afþreyinguna sem var í boði hérna á síðasta ári? Svo sannarlega, ég fór mikið í nuddi á námsráðgjafanum, þau buðu upp á nudd og mandarínur og heitt kakó og fleira og það var dásamlegt. Ég nýtti mér það alveg kannski 3 svar á dag. Nei, ég nýtti mér það reyndar ekki en þegar maður heyrir af þessu núna þá væri maður alveg til í þetta. Ég fór að púsla aðeins líka inn á milli. Pía sem vinnur með mér, hún er sænsk eða finnsk-sænsk-íslensk og
Hún heldur alltaf upp á Lúsíudaginn sem er svona sænskt og það er 13. desember og þá kemur hún alltaf með Lúsíubollur handa okkur og hann að þú veist, desember er alveg okkar mánuður. Við fáum, og svolítið minn sko, að fá að vera alltaf í búning. Já, þú ert mjög fín og jólaleg í dag. Já, takk fyrir. Ertu svolítið jólabarn? Já, ekkert bara svolítið, ég er bara rosalega mikið jólabarn og er alveg bara all in í því, þú veist, föndra jólaskraut og bara reyna að gera sem mest jóla. Já. Hefur prófatíðin hérna upp í vinnu hjá þér verið svona partur af því í rauninni? Já, algjörlega og við höfum einmitt líka sett upp á þessum cozy degi, eitthvað svona jólaföndurstöð og þá vorum við að endurnýta gömlu bækurnar, þú veist, vorum að gera einhverja svona jólaóróa úr bókum og þú veist, mér fannst þetta brjála góð hugmynd en ég sá ekki marga á þeirri stöð þann daginn. Alltaf í kringum sko síðasta próf þá höldum við sko svona jóladag hérna á bókasafninu og þá er alltaf upplestur. Þá fáum við einhvern til að koma og lesa upp og við erum með kakó og það hefur orðið hefð fyrir því að starfsfólk og gestir sem koma, þeir koma með svona smakk af þeirra baksturs, það sem þau eru búin að vera að baka. Starfsmennirnir eru líka með skemmtilegar jólahefðir fyrir sig sem þeir myndu alla jafna vera skipuleggja þessar mundir. Það er bara svo notalegt, þá koma allir og rosa margir alltaf meira og meira koma í jólapeysum og þannig að það er svona skemmtilegt að sjá hvernig allir er að taka sig til fyrir þetta og í ár verður þetta sjálfsögðu rafrænt og það er, já, þú veist, auðvitað ótrúlega þreytt að geta ekki fengið að hitta fólkið sem maður er að vinna með og sitja saman einmitt og njóta einmitt svona stundar sem er alltaf svo notaleg. En nemendur nota, mér finnst þau alltaf taka vel þátt í þessum cozy degi sem við tökum fyrir prófin. Þú veist, þau hafa rosalega gott að því að gera eitthvað svona rétt áður en að stressið byrjar að fara í. Og við höfum alveg oft þurft að setja svona 5 púsl eða eitthvað yfir, þú veist, 1000 kubba púsl, þau eru duglega að púsla á meðan þau eru að læra hérna. En núna náttúrulega er lessalurinn bara tómur, það er kannski einn og einn sem kemur sem hefur þá ekki góða aðstöðu heima. En það nennir bara enginn að vera hér með grímu allan daginn. Núna snýst okkar vinna rosa mikið að í rauninni róa stressaða nemendur. Þau hringja svolítið og eru óörugg og þú veist, þá segir maður bara, þú veist, þú veist alveg hvað þú ert að gera. Þú veist, þau þurfa bara smá svona klapp á bakið, sko. Eða svona rafrænt klapp á bakið.